Nú erum við búin að bregða okkur af bæ og við erum komin hérna í gömlu garðyrkjustöðina á Hrafnagili og Hreiðar, þakka þér fyrir að taka á móti okkur. Já, þakka þér sömuleiðis. Og hér sumarið sem maður er búin að vera að leita að. Já, reyndar. Og það er alltaf að fara af stað hérna hjá ykkur, það er vertíð, er það ekki? Jú, það er vertíð framundan. Það má alveg fullir að það. Já. Og þið náttúrulega að rækta allt mögulegt, sko. Maður veit bara eiginlega hvar maður á að byrja. Það er svo margt í boði hérna. Já, við reynum náttúrulega að vera í svona flestu, í öllu sem að við ykkur, sumarblómum og skrautplöntum og matjurtum og kryddjurtum og... Já, og bara nefndu það. Já, sem eru hérna við hliðina á okkur. Akkurat. En þetta er hérna, það eru foreldrar þínir sem að stofna þetta upprunalega. Já, já. Foreldrar mínir og svo bróðir minn hérna í áratugi, sko, og hérna, ég tók svo við þessu hérna 2005 aftur. Ég var hér í gamla daga til svona eitthvað. Ég var í ýmsu náttúrulega, ég er húsasmíðameistari og var í brúarvinnu og alls konar og svo sem sagt kem ég hérna eftir veikindi föður míns og skreppi hérna í hálfa mánuð og ég fór aldrei tilbaka aftur. Slappst aldrei út? Nei, einmitt. Og núna helgina þá hérna ætlið þið svona að byrja að selja, er það ekki? Jú, við ætlum að láta það sverða til stáls með það opna. Ætlið þess ekki eitthvað 15. 16. árið okkar hérna í seinni lotunni, sko. Já, og hvað er svona vinsælast? Er sko meiri eftirspurn eftir einhverju einu heldur en öðru? Nei, það er kannski ekki, sko, breytingin en náttúrulega í þessar skrautplöntur, sko. Það eru þessar hér, þá? Já, það eru svona stærri skrautplöntur sem við erum að tala um eins og bara þessar hérna til dæmis. Þetta er svona eiginlega allt nýjungar núna, sko. Og það er að vera alltaf með nýja liti. Já, það er sportið. Já, og það er mikil hefð á bæði í Eyjafirði og hér í sveitafélögunum og bæjarfélögunum í kringum okkur fyrir sumarblómum og blómarækt. Já, þannig að fólk mikil hefð og... Þannig að fólk vill halda sig svona við það sem það þekkir þó að sér kannski tilbúið í einhverja nýjungarinn á milli. Já, en það er samt alltaf, sko, það breytist ekkert með stjúpurnar, sko. Þær eru alltaf eiga sína aðdáandi. Já, það er... Og hérna getum við séð, sko, stjúpurnar sem þetta eru svona síðustu stjúpurnar sem að fara úr sáðbökkum. Já. Og yfir í sem sagt þessa ræktunarbakka. Þannig að þetta er... Það láta nú ekki mikið yfir sér greiðin svona. Nei. En þetta er svona plöntur, sko. Þær verða mjög fljótar að taka við sér. Það er að komast í stærri... Já, mjög fljótar. Og já, orðið mikið magnáttúrulega sem búið að vera úti sem við getum kannski kíkt á. Já, einmitt. Mér finnst líka merkilegt sem þú varst að segja mér með að ef það er frjósa, sko, mér finnst það stórmerkilegt. Það er alltaf búið að frjósa núna í nærri mánuð. Já, maí hefur verið mjög kaldur. Já, flestar nætur. Það er nú óvenjulegt. Já. Þannig að þetta er búið að vera ennþá meiri vandi svona. Og þá þarf maður að passa, sko, sagðir mér að sólin skini ekki á það. Já, ef að semst að morgunsólin sem er nú er yfirleitt mögnuð hér og í firðinum að hérna búið að kolfrjósa og ef hún skín á frosnarplönturnar þá falla þær. Já. En ef maður getur hindrað það með eins og bara akríldúk eða einhverju þá lifa þær. Já, og þetta getur alltaf fólk gert, sko, auðveldlega bara heima hjá sér, sko. Bara bregða yfir þetta. Einmitt ef það hefur vit á því. Því að við erum nokkuð öruggir með það frís alveg fram í júní, sko, nótt og nótt. Já. Það gerir það bara. Það bara fylgir því að búa á Íslandi. Já. Eigum við ekki bara að kíkja út á stjúpurnar og sjá hvað er úti? Jú, skulum bara gera það. Og hérna er sem sagt... Hérna eru þær. Já. Þetta eru fjólur og stjúpur. Og hér eru hunangsflugur. Já. Það er mikið dýralíf hérna, alls konar. Kóngulær og skemmtilegheit. Já. Þetta er magnað. Já. Þetta er svona, sem sagt, þessi bakkar við hérna leifum svo fólki bara, þú veist, að velja þetta. Ýmist er þetta keypt í heilum bökkum. Já. Eða hérna
Eða skal ég segja bara í Stykkjadali og við höfum þetta þannig að fólk fær að ráða sér hér mikið. Það bara velur það sem það vill kaupa og við erum ekki að vesenast í því, sko. Nei, akkurat, það er nú, ég vissum að það eru margir sem kunna að meta það, sko. Já, það er virkilega, sko. Og við höfum, sko, húsin öll opin alltaf. Fólk getur farið húsin og tekið sér plöntu, gefið sér góðan tíma í að velja og skoða og finna réttu plöntunar fyrir sig. Þetta er alveg magnað, en ég kemst nú bara í blússandi sumar gír við að koma hérna inn. Það er svo blómalykt inn í loftinu, þetta er alveg yndislegt að vera hérna. Já. Hlýtur að vera gott að vera hérna á daginn. Já, það er mjög gott og þetta er svona bara alveg frá því að byrja að spíra í sáðbökkunum. Þá fer eitthvað að gerast hjá manni. Það er virkilega svona þunglindið hverfur og andinn blómstrar með plöntunum. Já, og líka bara fólk þegar kemur hérna, það hrífst með þessu einhvern veginn. Ég trúi því. Ég allavega er alveg heillaður að sjá þetta. Eigum við að kíkja aðeins í hinn húsin og sjá... Já, við skulum gera það. Fá svona túrinn, sko. Já, ekki meira. Já, hér kennir ýmis að grasa líka. Já, þetta er svona... Þetta er alltaf verða að sölu plöntum. Hvað er þetta hér? Þetta er tóbakshorn. Þetta er tóbakshornið fræga. Já, fræga, petúnía. Já, Þetta býður eftir að komast á snaga þegar það fer að tínast út, sko. Og hvað finnum við svo hérna ennþá innar? Já, það er bara áframhald af alls konar, sko. Alls konar? Já. Magna, því líka lita dýrð, sko, hvert sem... Já, hún er svona... Augað eigi. Já. Skemmtilegt að heyra býflugurnar syngja hérna. Já, það eru vinalega, það er bara ágætir félagar, það er ekki að gera manni neitt, sko. Nei, það eru bara vinnufélagar. Já, það er bara vinnufélagar, sko, það eru að njóta góðs af blómunum. Já. Og það gera ekkert, það skemmi ekki neitt, sko. Vilja ekki sitja í árshátíðarnefnd eða eitthvað. Nei, það er ekki minn einu uppástandug heit þannig. Nei. Þetta er bara þvílík fjársjóðskista hérna. Það er náttúrulega bara upplifun fyrir alla að koma og ég hvetu þetta náttúrulega alla til þess að kíkja hérna á ykkur. Þau eru náttúrulega að auglýsa opnunina núna. Já. Og svo náttúrulega bara fylgist fólk með opnunartímum, væntanlega? Jú, það er við svona í meginatriðum, sko, þá opnum við snemma og lokum seint. Það er eiginlega, það fer bara mikið eftir veðrinu, auðvitað verður einhver tímamörk, en þegar það er gott þá erum við bara lengur og því að það þýðir ekkit annað en þetta er stuttur tími. Nei, okkur er bara vertíð eins og þú segir. Já, þetta er vertíð og þú þarf að sinna því, það þýðir ekkit að... Úrvalið alltaf aukast, hortensíurnar væntanlega. Já. Og alls konar. Hvetu þetta bara alla sem vettlingi vilja, ef maður vill upplifa sumarstemminguna meðan það er ennþá svona kalt, þá er þetta bara að koma hingað. Já. Þetta er alveg það eru bara allir velkomnir alla daga hérna þó við séum jafnvel ekki kannski komið fulla opnun, þá má fólk labba hér svo því sýnist, sko. Já, æðislega. Bara þakka ég kærlega fyrir að taka mót okkur. Bara sönn ánægja að fá að koma. Sömuleiðis og alltaf velkomnir. Takk.